Í þessari upptöku ætla ég að tala um 2 verkefni sem ég vann í áfangunum, skáldsögur sterk og fréttir. Ég ætla að tala um hvað mér gekk vel í áfangunum eða verkefnunum og hvað ég get nýtt mér í framtíðinni. Fyrst ætla ég að tala um skáldsöguna sterk. Mér fannst bókin áhugaverð og skemmtileg og það var mikla spenna í sögunni og ég sá hvernig aukapersónurnar áttu mikla áhrif á Birtu eins og Fannar. Hann setti mikla pressu á Birtu og óöryggi en Blær var alltaf til staðar fyrir henni því hún var besta vinkona hennar og þau áttu rosalega mikið sameiginlegt. Og Jóhanna, hún var kærasta Birtu, þau hittust í skóla og unnu verkefni saman en urðu svo skotin í hvert öðru og byrjuðu svo saman. Fyrir mig það sem átti ganga aðeins betur var að skilja hlutverkið hjá hverja aukapersónurnar og muna hvað þau gerðu. Því oftast man ég ekkert, þannig ég þurfti oftast að lesa bókina, lesa kaflann aftur og reyna að muna hvaða aukapersóna gerðu í þessu og þessu. Það sem ég get nýtt mér er að skilja hvernig bækur byggja upp persónurnar því þau geta haft áhrif á hvert annað og þetta mun hjálpa mér í framtíðinni í verkefninum og ég get nýtt mér það. Fyrst ætla ég að tala um fréttir. Í verkefninu um fréttir lærði ég hversu mikilvægt það er að fréttir séu sannar og byggðar á staðreyndir. Góða fréttir eiga að hafa skýringar, hreinskilni og ekki dæma fólk þeirra skoðun. Það sem gekk vel hjá mér er að ég skildi hvernig verkefnið var og það var létt fyrir mig. Þannig það gekk bara rosalega vel í þessu verkefni. Það sem mér fannst erfitt, það sem mér gekk ekki vel en samt erfitt er að hvort að fréttirnar séu sannar eða ekki og maður þarf að lesa vel gegnum fréttunum svo við getum fengið smá sannleikann. Það sem ég get nýtt mér í framtíðinni er að gagnrýna fréttir, hvort þetta sé satt, hvort þetta sé ekki satt og bara spyrja hvort þetta sé sannleikann eða ekki.